Hér ég að labba heim frá Chichester. Ég ennþá í Chichester. Ég samt eiginlega komin í útjaðurinn. Hér rosalega fallegt hús. Og sko, hér alveg hellingur af eikarakörnum. Maður getur þá fyllt vasana. Já, hér strætóinn sem ég hefði átt að taka. Hann hætti hér 17:46. Takk fyrir. 17:46. Og klukkan hjá mér korter í 8 núna. Hvernig átti ég að vita það? Á sunnudögum hætta þeir svona snemma. Ég verð að labba í myrkri á eftir. Annað mjög fallegt hús. Nei, vá, það komið myrkur hér klukkan 8:30. Ég má aldeilis spretta úr spori.
myrkrið að byrja að skella á. Og hér síðasta húsið í Chichester bensínstöðin. Og þá ég komin út í sveit og þarf að labba á milli nokkur margra þorpa. Það versta að það ekki gangstéttir allsstaðar. Ég á eftir að þurfa að labba á götunni. En ég með vasaljós, svo ég verð allt í lagi. Að hafa kveikt á myndavélinu. Það var svona eins og ég sé ekki alein hérna. En þá ég bara komin út í sveit og hérna eru akrar. Og alls konar villiplöntur. Og lítið kóngaljós sem vex hér vilt. Ég hefði náttúrulega aldrei verið að fara til Chichester í dag ef ég hefði átt mig á sem strætó. En svona þetta. Það eru hestar hérna hinum megin við þetta, þessa girðingu hérna, þetta hekk. Ég heyrði það hneggja.
En ég svona búin núna með 1/10 af þessu labbi. Þarna sést örin til Midthurst. Og klukkan alveg að verða 8. Þá ég að koma í þorp sem heitir Lavant. Sem smáþorp. Og strætóskýli. Það komið of mikið myrkur.
og sjúkrabíll. Ég hef verið inn á þessari krá einu sinni. Það er mjög góður matur og rosalega fallegt útsýni hér yfir ef það væri bjartara. Og Goodwood er þarna fyrir aftan hæðina.